Tónlistarmennirnir Kristján Kristjánsson og Örn Elías Guðmundsson, já, eða Káká og Múkisson, heldur tónleika í Hljómahöll á 50. á Ljósanóttunni. Vel var mætt á tónleikana sem heppnuðust einstaklega vel og var gítarsnilligurinn Guðmundur Pétursson félagunum til hals og tröss. Fluttur og lög beggja tónlistarmanna og inn á milli voru hláturtaugar gesta kýtlaðar með óborganlegum sögum. Í spjalli eftir tónleikana fóru félagarnir yfir uppaf samstarfs þeirra en vonir á nýju efni frá þeim. Þeir voru á dögunum í Nashville í Bandaríkjunum og verður spennandi að sjá hvað þessi frábæri tónlistarmenn kokka upp. Strákar, sko á ég að kalla ykkur Káká og Múkisson eða bara Kristján og Örn? Já, við erum alltaf í vinnunni. Nei, nú er þið búin í vinnunni. Ég ætla að vera Múkisson. Þú ætlar að vera Múkisson? Já, þá er ég Herðu, ég má byrja að spyrja ykkur, hvenær hófst ykkar samstarf? 2013. Í alvöru? Hittust við í Súðavík. Já, það er rétt. Og svo gerðum við ekkert í alveg fullt árum. Með Magga. Með Magga. Og svo hittust við aftur 2020 eða ekki, þá vorum við að djamma, fórum við hringinn saman. Þið hafið... Þú einfaldar þetta, sko. Já, ég er einfald þetta fyrir miðli. 2011 þá kom hann út með alveg geðveika plötu. Haglíjar. Já. Og ég fríkaði út, sko, ég bara ekki heyrt annað eins. Ég hringdi í hann, ég gerði þetta aldrei. Ég hringdi í hann, ég var að segja bara, vá, til hafa ekki með nýju plötuna. Vá, það er svo þannig. Ég pissaði á mig, sko. Svo við vorum báðir, þannig hittist við viss, sko. Svona almennilega, já. Já, þú kennti mér svo margt, eins og lífið er fallega svart, en smá snert af rugli er allt sem þú þarft, ástin er bara hjartans skar, ef við þekkið enda syngjum við að síða þú fær, sakna Og til hamingju með ammalið, kannski. Já, ástæða ekki. 49 og hvað ert þú gamall, Kristján, ef ég má spyrja? 89. Ekki 89, þú lígur því. Nei, 99. 69 ára. 69. Ef ég má spyrja þig, Elías eða Múkisson, en þegar þú kynnist Káká, færð þú ekki netta bara stjörnur í augun þá, eða ertu orðin slík stjarnan sjálfur að það bara á þeim þá? Já, það horfum við augun á því ég segi þetta. Hvað finnst þér mig? Herðu, hann er náttúrulega bestur. Hættum að tala mig, hvað finnst þér mig? Ég var bara náttúrulega, ég man, í gamla daga, þá keypti afi minn Lucky One, þegar sú plata kom út, fyrsta platan hans sem að gefa út heima. Og ég hlustaði endalaust á hana alltaf heim og var alltaf að biðja að fá að fara til af og ömmu til þess að geta hlustað á plötuna Káká. Og svo náttúrulega kom bein leið og ég man bara svo seinna, 10-20 ára seinna, þá var ég í Smugunni, eða 10-15 ára seinna, og þá er hann ennþá, alltaf þegar hann gefur eitthvað út og þá voru plötunar alltaf hjá mér, alla plötunar, þannig ég var, hann er áður verið vinir, þá var hann vinur minn. Já, þannig að þú hefur væntanlega verið mjög uppi með því þegar hann vildi bara flytja tónlist með þér og annað, væntanlega. Vildi flytja inn á mig. Það er bara þannig. Nei, jú, það var bara yndislegt, það var bara draumur líkast, já. Byrju, segðu mér Kristján, þú hefur gert þetta með nokkuð mörgum. Ég man eftir með Bubba eitt árið og þetta Maggi Eiríks. Já, Bubbi vorum, þetta er rétt, já, Bubbi vorum eitt ár, við vorum nefnilega með sama umboðsmanninn þá. Já. Og hann stakk upp á þetta og við fórum, það var mjög gaman. Og svo Maggi, mér bara finnst svo gaman að vera með öðru fólki. Já, það ekki.
En hvað með ykkur? Menna, hafið þið eitthvað samið saman eða? Við höfum brallað smá saman, já. Þið hafið brallað saman? Það mætti segja að við vorum komið frá Nashville. Ég án grín, sko. Svona lítið svona út. Og það vorum við í stúdíó, Gaukur býr þar. Einmitt, já. Og svo hann... Kalli og Gaurinu líka, já. Og hann lænaði upp, sko, stúdíó fyrir okkur og sessionmenn, stúdíó. Við fórum í Jón með okkur, vinn okkar. Og Jón Jónsson var með okkur. Og var eitthvað því sem heyrðist hér í kvöld? Nei, við erum ekki búin að sleppa það út. Nei, við erum búin að taka upp og... Og er það von á bara plötu það? Það er von á einhverju, við erum mættir hittast, það er búið að vera svo mikið að sumafjón. Káká var út á landi þegar við Jón vorum í bænum, svo fór Jón út á land. Ég held að við séum allir að detti í kaffibólla í næstu viku bara að ákveða hvað að gerum. Það ekki? Kíkja á mig hérna á nýja staðinn. En byrju þetta hjá ykkur... Ef þú ert að horfa, Jón. Jón, ef þú fylgist með vikufréttum sem ég vona að þú gerir, þá verðum við í kaffi hjá Múka upp í hlýðina næsta miðvikudag. Ok, en þetta er ykkur að spila saman núna. Þú hafði nú ekki tími þetta í fyrra, grunna mig. Múkisson, þið hitti síðast ávastu að... Nei, var það ekki 100 kirkjur eða ekki? Það er akkurat ár síðan eða. Jú, 100 kirkjur með 100 póstnúmerum. Það var æðis og það var ekstra gaman. Ég er ekki að reyna að sleika ykkur upp það var ekstra gaman hérna. Já, þú hafðir ekki tíma í eitthvað svona samstarf. Þú hofsás ekki lengur í myndinu sem þú segir. Jú, þetta var alltaf mjög gott. En það var svo gott veður í mann og hérna, sólsetri náttúrulega hérna á haustin er sturlað. Hérna út í garðinum og Sandgerði þetta var alveg stullað. Svo þú varst hérna á tónleikunum í Grindavík. Það var ógleymanlega, það var 2 helgar sem ég var hérna, það var ógleymanlega. En byrju, má ekki segja að þú hafi verið þjóðhagasmiður hér í kvöld? Var ég það, já? Já, hefurðu heyrt þetta orð? Nei, hvað? Ég held að þetta sé eins og að vera 1000 tjalla smiður. Já. Þetta er mjög flott orð, ég ákvaða. Já, þetta er gott. En þú varst í raun að spila á bassa, má segja. Þegar allavega í lögunum hjá Kristjáni, þá ertu í raun bara á bassa. Já. En nú spyr ég bara, á hverju ertu ekki bara að spila það á bassa? Því ég með sko svona bassa drasli í gítarnu sko. En er ekki þægilega að spila bassa, menn þú kannt væntanlega að spila bassa, er það ekki? Já, þetta er svona rigg sem ég er búin að búa til. Þú veist að ég er með bassa pikk. Spilar ekki á alvöru bassa? Ég er með bassa pikk upp á gítarnu. Já, ég veit það. Það er bælis líka, hverju spilar ekki á bassa bara? Maður verður alltaf að vera aðeins öðruvísi. Þú vilt binda bakkan eða ekki sömu hnútum og samverða menn. Já, það þarf einhvern veginn að breyta jeppa í flugvél sko. Tínum skeljar, fjöldlar grös, látum pappa blásum laus. Við grjótar hól í feluleik á hleðslu, lambasteik. Við grjótar hól í feluleik á hleðslu, lambasteik. Og taka þetta milluna saman. Er þið tilbúið? Já. Stingum í spegilskernan fjöl. En bara rétt í lokin, er það að fara að túra eitthvað lengur? Er þú út árið fram á næsta árið? Hvað er fram að Við erum að fara því? í desember. Já, með Jóni. Já, það eru jólatónleikar. Já, við ætlum að vera 3 núna og Gaukur með okkur, við erum 4. Gaukur með okkur, við verðum að spila, bara fullt alls þar, við erum Selfossi og hvað erum við? Við erum aðalega á Selfossi. Aðalega á Selfossi? Teljum þetta allt saman upp að Selfoss og fyrir við í Reykjavík, Fríkirkjuna og betur það semst jólatónleikar? Akureyri í Reykjavík. Er það jólatónleikar? Minna svona klámvísur og svoleiðis þá eða eitthvað? Jafnvel meira við að vanta filterinn í okkur báða. Ég veit ekki hvað þetta tala hvaða maður er þetta? Nei, það er bara mjög kósí. Við höfum gert þetta við Kristján nokkru sinnum og hann og Jón gerði þetta í fyrra. Og inn í kirkjum þá væntanlega? Inn í kirkjum yfirleitt og hann bara okkar bestu lög skilur á 1 klukkutíma.
Það var óbúslega fallegt og skemmtilegt. Já, mér lakar mikið til. Setur stemningu fyrir okkur og alla sem koma fyrir jólin. Og ætli ekki vera hérna þá á Suðurnesjunum? Það var óskandi. Það bara spurning. Grindavíkurkirkja, bara... Við tökum þetta upp. Það bara Grindavíkurkirkja. Já, óbúslega góð hugmynd. Það bara þannig held ég. Herru drengir, takk fyrir frábæra tónleika. Herru, bara góða helgi. Góða helgi. Stjá